Hæ hæ, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig maður bætir fasteigna láni við stjórnborðið í Aurbjörgu, við heimasvæðið ykkar, sem er ekki flókið en mér langar til að útskýra í aðeins lengra máli hvað er að gerast þegar það er skráð og á sama tíma getur við lært svolítið um það hvernig lánamarkaðurinn á Íslandi virkar í dag. Hér er stjórnborðið fyrir framan okkur á skjánum og við sjáum það að í dálki sem stendur á lánareiknir eru engin lán skráð á fasteigninni sem við erum búin að setja inn. Við smellum á hnappinn bæta við láni og þegar það gerist þá förum við yfir í svona ágætis yfirlitsskjá þar sem við setjum upplýsingar um þau lán sem við viljum hafa inn í hverju sinni. Þessar upplýsingar þarf að hafa á hreinu og ég nefni það hér að það er hægt að finna flestar af þessum upplýsingum á greiðsluseðli sem þið fáið annaðhvort sent í heimabankann ykkar eða heim í hús. Ég ætla hins vegar að búa til lán af því að ég ætla bara að skáða ykkur út í loftið en til þess að gera það þá ætla ég að smella hérna á annan áraglugga og ég ætla að skoða hérna samanburðartöflu Aurbjargar á kjörum fasteignalána hjá bönkum og lífeyrissjóðum á Íslandi. Það ger ég með því að fara bara inn á aurbjörg.is, slá á samanburðinni það uppi efst í horninu vinstra megin og velja þar húsnæðislán og þá sér maður þessa ágætu töflu birtast. Hún lítur svona út. Ég ætla að velja mér að í þykisturinn taka lán frá Arion banka. Ég ætla að hafa það óverðtryggt á breytilegum vöxtum og ég ætla að hafa það hérna 10,89% vexti. Hátt í dag, vissulega, en það er gott að hafa eitthvað til að styðjast við. 10,89 vextirnir sem ég ætla þá að setja inn hér. Ég veið þá lánastofnunina, það er Arion banki. Ég ætla að segja mér að ég sé taka lánið 1. júní. Fyrsti vaxtadagurinn þýðir þá oftar en ekki fyrsti dagurinn þegar lánið er tekið eða þegar fyrstu greitt af því. Og svo förum við yfir í dálkinn þess að stendur heildarlánstími í mánuðum. Þar er einmitt verið að biðja mánuðina, fjölda mánuða sem lánið er. Þetta vefst fyrir sumum en er ekki flókið að reikna. Ef þetta er 20 ára lán þá er þetta 240 mánuðir af því þú margfaldar bara árafjöldan með fjölda mánuða í ári. Ég ætla að segja þetta sé 40 ára lán og þá er það 480 mánuðir. Svo ætla ég að velja þetta sem jafngreiðslu lán en ekki lán með jöfnum afborgunum. Þetta eru tvær tegundir af greiðslu möguleikum sem hægt er að hafa við lán. Ég skal útskýra það í stuttu máli. Við bjuggum til bloggfærslu um þetta ekki alls fyrir löngu síðan og þar fjöllum við það að ef þú velur lán með jöfnum greiðslum þá er greiðsluþakið sem við sjáum hér, heildargreiðsluþakið flatt. Það er alltaf svo gróflega sama greiðslan ef við gerum ráð fyrir því að verðbólga og vextir séu alltaf þessi sömu. En við sjáum að við byrjum á því að borga minni afborgun í upphafi tímans og meiri vexti. Og þetta breytist síðan eftir því sem að tímanum líður. Ef við færum í jafnar afborganir, þá myndum við sjá að þá erum við alltaf með sömu jöfnu afborgunina inn á lánið, inn á höfuðstólinn. En vextirnir eru hærri til að byrja með og svo lækka þeir. Og ég ætla að velja aftur að þetta sé jafngreiðslulán. Þetta er grunnlán sem við erum að velja hér. Við segjum að veðstæðurinn sé fasteignin sem ég er búin að setja inn í stjórnborðið. Ég ætla að hafa verðið og lánið óverðtryggt. Það er breytilegt með vaxtaprósentunni 10,89. Ég ætla að segja að þetta sé 30 milljóna króna lán og ég skráði það inn hér. Og núverandi eftirstöðvar séu líka 30 milljónir. Þegar þetta er komið, þá ýti ég á vista. Og þegar ég er búin að skrá, þá förum við inn í stóran upplýsingaskjá sem sýnir okkur meðal annars hver mánaðarleg greiðsla er fyrir þessi lán með við okkar lánaútreikninga og við sjáum þá líka ýmsar greiðslur til loka ársins og það sjáum við til dæmis hvað það er lítil innborgun sem fer inn á höfuðstólinn af því þetta er jafngreiðslulán og mikið fyrir vexti. Ef við erum að velta fyrir okkur hvort sé að ræða jafngreiðslulán eða lán með jöfnum afborgunum, þá kemur þetta fram á greiðsluseðlinum. Ef þið eruð óviss, þá er alltaf hægt að hafa samband við lánveitandann ykkar. Ef við förum aftur yfir í skjáinn, þá sjáum við að hérna fyrir neðan eru upplýsingar um það hvað lánið stendur fyrir, lánastofnun og slíkt. Hér er eitthvað sem heitir innborgunarreiknivél sem ég ætla að fara yfir í síðan mér. En svo er áhugavert að sjá lánið þitt og markaðskjör af því þar erum við með samanburðarskjá sem sýnir okkur samanburðin á mánaðarlegu afborguninni sem þú ert með í dag, annars vegar, og hagstæðustu lánunum í 4 lánaflokkum og samanburði þá á mánaðarlegu greiðslunum akkurat þar. Þeir lánaflokkar sem við horfum oftast á hvort þetta sé verðtryggt eða óverðtryggt.
með föstum vöxtum eða breytilegum vöxtum. Og við sjáum að lánið sem ég var að búa til bæði með hærri mánaðarlegri greiðslu heldur en óverðtryggðu lánin sem hægt að finna í lánareikninum okkar og svo líka þetta hærra heldur en verðtryggðu lánin. Þetta alltaf saman hægt að skoða þegar maður fyrir inn í lánareikning síðan en það efni í annað myndband. Nú þegar við erum búin að skráða þetta lán hér inn, þá getum við farið efst upp og smellt á nafn Auðbjargar og þá sjáum við í stjórnborðinu að það komið 30 milljóna króna lán inn, akkurat hér og hér fyrir neðan eru uppástungur það hvernig hægt væri að endurfjármagna þetta miðað við mánaðarlegar afborganir af óverðtryggðum lánum og verðtryggðum lánum. Ég ætla að bæta öðru láni við, segjum sem svo að þessi viðbótarlán á þessari eign og þá ætla ég aftur að velja Arion banka, ég ætla að segja þetta sé frá sama tíma, 1. júní, ég ætla að segja þetta sé bara 20 ára lán, þannig að það var þetta 240 mánuðir, jafngreiðslulán, nema hér viðbótarlán valið, svo fyrir við veðstæðin og veljum Tjarnarlund, segjum að þetta sé óverðtryggt, breytilegt og svo kík ég aftur á þessa síðu, samanburðarsíðuna sem hérna fyrir fram á okkur með öllum bankakjörunum á landinu á fasteignamarkaði og ég sé að Arion banki býður upp á viðbótarlán fyrir 12,39%. Þá skrifa ég þetta inn 12,39. Ég segi að þetta sé 3 milljónir króna lán og það sé 3 milljónir eftirstandi á því. Þegar ég smelli á skrá, þá förum við sama upplýsingaskjáinu áðan. Nú sjáum við að það 34.000 króna afborgun á mánuði. Hér afborgunarleiðirnar, hér fyrir neðan, það sé að þróunin til ársloka. Upplýsingar lánið, innborgunarreikningin sést hér og svo þetta ber saman markaðsskjön hérna neðst. Ég fer hérna efst upp, smelli á Auðbjörgu og nú sé ég í húsnæðislánadálkinum að það eru komin 2 lán af því ég sé að hér sem 33 milljónir en ekki 30 eins og áður og það eru komin uppástungur sem hafa breyst sem sýna hvernig hægt að fá öðruvísi mánaðarlegar afborganir af þessu ef þú vilt endurfjármagna. Nú erum við með greiðslu upp á 310.000 á mánuði en við gætum verið að borga 253.000 ef þetta væri óverðtryggt lán með lánauppástungur með starfana starf frá og ef við farum í verðtryggt þá verður þetta 123.000. Þá er þetta komið hjá okkur.